Orkusetur Íslands stórmerkilegt fyrirbæri, hann ætlar að koma hingað núna. Sigurður Ingi Friðleifsson, framkvæmdastjóri Orkusetursins, hans yfirskriftir framtíðarsýn, minnkun losunar til 2030. Við erum aðeins að svína á tímanum, ég vona að þið haldið það út, en svo fórum við í hádegismat og erum til klukkan 1. Já, þá segi ég bara velkomin Sigurður Ingi. Takk kærlega. Ég ætla að fara hérna þar sem ég vann að aðgerðaáætlun og var fenginn svona kannski sem ráðgjafi þar inn, að þá ætla ég að kynna svona aðeins nokkra svona vegvísa og hvernig ég sé fyrir mér þessa möguleika til að ná þessu Parísarsamkomulagi. Og það er kannski öruggast, því á það til að tala tæpitungulaust, að setja fyrirvara. Það sem hér fer eftir eru mínar hugmyndir. Það var ekki búið þetta stoppaði í miðju ferli, þannig að það var ekki teknar neinar ákvarðanir hvert ætti að fara, en það var mjög góð greiningavinna komin á stað sem ég vona að verði svo hægt að byggja á til framtíðar. Fyrsta aðgerðin nú greina núna að draga matarsóun með því að taka matinn á ykkur, sýnst mér. Það var svona fyrsta verk. Brynhildur fór nú hinn fyrri. Fór nú í gegnum þetta er nú bara úr hennar skýrslu eins og við köllum það oft, þannig ég ætla nú ekki að staldra við það og vinda mig bara beint í olíuna. Og ég held að vandinn stundum þegar við erum að takast á þessi loftslagsmál að við erum að setja þetta allt og flókið fram, þannig að þeir sem þurfa að taka ákvarðanir þora ekki að taka ákvarðanir því þeir þekkja efnið ekki nógu vel. Við erum hræddir að segja eitthvað vittlaust eða vera einhvers staðar svona, vera ekki alveg með þetta rétt. Ef við viljum bara einfalda þetta eitthvað og gera eitthvað í þessu, að þá erum við bara að fara að hætta að nota olíu á einhverjum næstu áratugum. Því grunninn það jarðefnaeldsneyti sem veldur þessum loftslagsbreytingum. Við erum vissulega í svona sérstakri stöðu og nokkuð þröngri stöðu Íslendingar, af því að við búum við mjög gott orkukerfi, höfum enga jarðefnaeldsneytisnotkun í húshitun og raforkuframleiðslu. Þannig að öll okkar jarðefnaeldsneytisnotkun í samgöngum og sjávarútvegi. Þetta ekkert flókið. Við erum bara að henda hérna inn 500 tonnum af mengandi og ósjálfbærri olíu inn í landið, kveikjum í henni og sendum hana hingað. Það ekkert flókið við þetta, ekki neitt. Og þetta gerist meira minna í sjávarútvegi og samgöngum, þó aðallega í samgöngum, eins og ég kem inn á eftir. Nú, hvernig breytum við þessu? Í þessari greiningavinnu sem við höfum farið í var ég að reyna að finna svona leiðir sem ég taldi raunhæfar, ekki byggt á einhverju framtíðarvonum, einhverja tækni sem kannski kemur, heldur bara sem í boði núna og hægt að gera án þess að sé einhver gigantískur kostnaður og að sé svona raunhæft bæði í tíma og rúmi og tæknilega. Hugmyndin að það hægt að minnka léttilega meira, en það hægt til í raunhæft að minnka alveg 675.000 tonna koltvísýring fyrir 2030. Sáu þessa tæknibrellu hérna. Nú, þetta snýst þetta alltaf að tala það sama, en það sem ég kannski að gera að setja þetta aðeins í samhengi og setja þetta inn á einhverja mynd þar sem að menn tala ekki bara orkuskipti, bara svona eins og það sé ekkert mál og almenningssamgöngur skellt bara fram eins og það leysi allan vanda og svo framvegis, heldur hvernig vigtar hver hluti og hversu raunhæfur Almenningssamgöngur, samakstur, hjólreiðar og ganga. Ég setta fram að þetta geysilega erfiður flokkur af því að það mjög erfitt að áætla hvað mikill árangur nást. Af því að hann byggist ekki á tækni einni saman, heldur þarf það að eiga við vilja fólks til þess að breyta lífsstíl og svo framvegis. Þannig að ég sett hann raunveru verkefni almenningssamganga, samaksturs og hjólreiða að eyða út úr þeim vexti sem gleymist líka stundum. Við erum enn að vaxa og munum vera stærra hagkerfi 2030 en við erum í dag. Þannig að hugmyndafræðin væri að almenningssamgöngur tæki þar raunveru á sig að eyða núlla út þennan vöxt. Ég ætla ekki að fara í þetta, en ég mjög bjartsýnn á þessa. Það út af þessum hlutum sem hér eru nefndir. Það almenningssamgöngur að bakka, unga fólki miklu gáfaðra en við og það minni áhugi á bílaeign.
þegar þið tekið eftir fólk að taka seinna bílpróf. Hann var eitthvað skrítinn sem tók ekki bílpróf sama dag og átti afmæli. Núna menn bara að geyma þetta og nota einhverjar aðrar aðferðir. Þannig að ég nokkuð bjartsýn á að þær munu vigta vel. Hins vegar hvað ætlast ég til af þessum rafbílum? Og þegar ég tala rafbíla, þá ég líka að tala vetnisbíla. Bara svo það sé haldið til haga. Ég segi að það sé mjög raunhæft að við verðum með 100.000 fólksbíla komna inn í kerfi 2030. Það ekki hægt að fresta breytingum á samgöngum. Við höfum 12 ár ef við ætlum eitthvað að miða við þetta Parísardæmi og það ein útskipting á fólksbílaflotanum til dæmis. Hins vegar ég afar bjartsýn sem kemur að útblásturslausu bílum, rafbílum og vetnisbílum. Af því ytri aðstæður allt í nokkuð mjög hagfelldar. Bílarnir sem sagt komnir. Ég hef sett þessa vegvísin svona upp að við erum svona hægt betur nýskráningar, prósentuhluti nýskráninga, að hann vaxi hægt og rólega hér og það verður undir lok tímabilsins sem að meira minna alla nýskráningar eru bara hreinir rafbílar. Og í þessu grafi ég að tala hreina rafbíla. Ég nýti mér tengiltvinnbíluna í öðru scenaríói. Svo sjáið, þetta ekkert rosalegt. Allir framleiðendur hafa talað að koma með mígrút af bílum á þessu tímabili og þá ég ennþá að gera ráð fyrir að meiri hluti bíla sé ennþá ekki rafbílar. Og í raun og veru má segja að því við erum að vinna þessu lengi að þessi spá mín, við erum komnir yfir hana. Það gengur betur en áætlaði. Hérna setti ég 500 skráningar 2017 og 1000 skráningar. Við munum örugglega ná 1000 skráningu bara núna þessu ári. Þrátt fyrir að raun og veru kannski þessi bílar eru ekki komnir. Þeir eru komnir á næsta ári. Þetta eru bílar sem eru að koma á næsta ári sem held ég brjóta þennan hugarfarslega múr okkar endanlega, bæði í verði og drægni. Og þannig að ég afar bjartsýnn ef menn setja þennan kapal rétt upp að þessi vegvísir náist. Hinn megin vegvísinn í samgöngum að fyrir aðra bíla að þá keyrum við hratt niður meðal eyðslugildið og þar munur tengiltvinnbílarnir hjálpa okkur mikið. Við gerðum mjög góðar breytingar á gjaldaumhverfinu á sínum tíma þar sem við breyttum úr 2 þrepa kerfi í útblásturs- og eyðslukerfi og þið sjáið að tækni hjá okkur gekk mjög vel að flotinn, þetta eru nýskráningar, að við fengum miklu betri bílinn í kerfið. Þið sjáið að þetta aðeins að fletjast út. Það að hluta til vegna þess að við erum búin að taka svolítið út af þessari nýju og bættu meðanveiðslu, en líka það að raun og veru áhrifin af þessu breytta fyrirkomulagi innflutningsgjalda svolítið þunn. Það eru allir að kaupa bíla sem í lægstu skattþrepunum, af því það svo mikið í boði af þeim bílum. Þetta gekk fullkomlega upp, við bara gleymdum okkur aðeins að uppfæra þetta. Og það gerum við. Bara til að sýna raunhæfnina þá þetta nú bara svona sett fram sem eru rauntölur, þetta á niðurleið eyðslugildi heildarflotans, hann hratt á niðurleið og ég vil bara sjá þetta sem sagt svona. Ef menn efast eitthvað þetta, þá skal ég bara sýna ykkur dæmi. Þetta einn mest seldi bíllinn í dag. Risastór bíll, 4-hjóladrifinn með eyðslugildi 2 lítra. Ég veit að eyðslugildin segi ekki rauneyðsluna, en það gerir heldur ekki eyðslugildin fyrir verri bílana. Þannig að þó að þetta sé ekki rauntölu, þá mun hlutfallslega lækkunin vigta jafn mikið. Bara til að gefa ykkur dæmi, þessi bíl getið þið farið núna og keypt eða viljið. Og hann mjög mikið seldur. Ef við myndum banna allar aðrar gerðir bíla frá með morgundeginum, það mætti ekki kaupa öðruvísi bíl en þennan, það hrikar við þetta þurfa að vera bara á jepplingi, að þá myndum við vera hér. Sem ná betri árangri 2030. Þannig að raunhæfnin algjör í þessu tilfelli.
Og í raun og veru, ef við tökum saman bíla sem hægt að stinga í samband, að þá virðist vera að þetta sé hin nýja tækni bara eins og þegar örbylgjuofninn og farsíminn þetta kom, að muni líklega fylgja þessa fræðilegu S-kurvu. Og það sem að raun og veru svona nýtækni kemur mjög hratt inn, að staðan fyrir að vera svona, að þá gerist þetta hratt, þetta annað borð er komið. Og ef við tökum bara síðustu 3 mánuði í nýskráningum, þá hafa bílar sem hægt að stinga í samband, hvort sem það hreinir rafbílar eða tengiltvinnbílar, verið yfir 20% af nýskráningum. Þannig við erum raun og veru komnir hingað, ótrúlega langt, búið með erfiðustu kaflana. Og afsakið þetta er á ensku, fyrsta lagi því að þetta er að vitna hérna í náttúrulega alvöru hagfræði kenningu, en það er líka því að mér finnst þessi skemmtilegur hérna, þessi Lagarde sér, að íslenska þýðingin er drattali á silakeppur, sem mér fannst einhvern veginn of mikið, þannig að ég hafði bara enskuna, en það sem ég samt að segja ykkur að því að ég hef eitthvað svo oft lent í þessari umræðu, að við eyðum alveg gríðarlegri orku í þetta hér, í þessa silakeppni, í einhverjum bardugum við silakeppnina. Við þurfum það ekki neitt. Það er allt í lagi þó að þeir keyri á bensínbíl og kaupi sér bensínbíl 2030. Hver er að fara að gera það? Þeir mega alveg gera mjög, við þurfum það ekki, þetta sleppur til án þeirra. Þannig að eyðum frekar tímunum í unga fólkið og fólk sem er, nútímalegt og hættum að vera alltaf að klást við silakeppni. Segið bara að kemur ykkur, það gengur ekki með þessi rafbíla, þessi bensínbíla. Já, keyptu það bara bensínbíl. Næsti, þegar ég lendi í fermingarbúði eða jólabúði. Takið bara umræðina þar sem maður á heima. Við erum með aðra keppnir eins og metanbílarnir, það gengur vel. Það eru skráðir þúsundir af metanbílar á árið, þetta eru frábæri bílar og ég vil bara vísa í Akureyri. Að þetta er einn fagra Akureyri, hérna sýnir bara lokal lausn, þetta er norrlenskt eldsneyti, innlent og umhverfisvænt og allir þessi bílar, það er ekki til aðri stærðarflokkar, ég meina þetta er bara allt. Þetta bara gengur ekkert vesen ódýrar og umhverfisvænna. Hvað er málið? Þannig ég hef engar áhyggjur af metaninu. Það mun sigla sín sjó og vera bara eins og það er. Hvernig? Það er náttúrulega lykilatriðið. Þetta hér er algjört lykilatriði. Við erum búin að prófa þessa aðferðafræði, hún virkaði. Ef það er einhverjir framtíðar þingmennina í salnum eða hálfsofandi á þingi þegar við komumst á það og þetta poppar upp, nú tökum við fyrir uppfærslu og innflutningsgjöldum, þá bara ýtið ég á. Og snúar einhverju öðru. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli að þannig fáum við mjög auðveldan hátt að miklu sterkara val inn í framtíðina. Þetta er ekkert mikil stýring að því úrvalið af frábærum bílum er að vera svo rosalega gott að þetta er ekkert rosalegt inngrip inn í neytendur. Og ég bara, að því ég kem hérna eftir Brynhildi, þetta er einmitt það sem hún var að segja. Stjórnvöld þurfa að setja hennar ramma sem neytendur bara svo lifa inn í. Við getum ekki útskýrt fyrir 200.000 neytendum hvernig einhverju bílar virkar og eru betur á umhverfisvænni. Þetta er bara, pælingum hvernig það væri. Áframhaldandi ívilnanir og raf- og vetnisbíla, já, það þarf þangað til það þarf ekki. Það þarf ekkert eitthvað að setja bara, við miðum bara við hvernig þetta gengur með í Parísarsamkomulagið. Ef að innleiðingin er ekki nógu hröð, þá verðum við bara að halda þessu áfram. Ef hún gengur mjög hratt eða rafbílarnir hrynja í veðri kannski, að þá getum við tekið eitthvað af ívilnunum minn. Segi ég. En rafbíllinn er bara kominn núna því að hann er að verða ódýrari, en þá þurfum við líka að þynna út ívilnanirnar. Þannig að verðið er kannski komið núna sem verður til neytenda, þannig að það er ekki eftir neina að bíða. Ég ætla að hraða þessu, stuðningur við innviðauppbyggingu, létt og löðumannlega, getur bara hefnt til Svíum þeir setja þegar leiðrétt er fyrir íbúafjölda 150 milljónir á ári núna í innviðauppbyggingu.
Stjórnvöld þurfa bara að passa sig að styðja við að tengja svæði, innan svæðis gerist þetta bara á markaðsforsendum. Kolefnisgjald. Hvað er málið? Þetta er bara að segja þetta orð getur tæmt heilan kosningafund. Bara ef maður nefnir þetta þá bara, fólk bara, eins og þetta sé bara eitthvað að versta í heimi. Ég ætla ekki að taka neina pólitíska afstöðu, sko, en akkur eru menn samt ekki að nýta þetta til sem eitthvað tekjustreymi og lækka það bara aðra skatta ef það er hugmyndafræði. Akkur eru í staðan fyrir að hækka veiðigjöld, akkur að hækka menn ekki bara kolefnisskattinn og fá þá einhvern svona tvöfaldan ávinning ef menn ánabor vilja eitthvað leggja meira á útveginn. Eða ferðamennina sem muni borga mjög mikinn kolefnisskatt. Það er alltaf verið að tala um einhver komugjöld og slíkt, akkur ekki bara gerum kolefnisskattinn. En þetta er bara pæling. Sjávarútvegurinn er í góðum málum og það þarf bara að halda áfram að styðja við hann í þessari góðu vinnu. Það má skipta sér í tvennt. Síðasta tímabil af þessi árangur sem við náðst í minnkun var vegna fiskveiðistjórnarkerfisins, sem menn líka það eða verð, betur eða verð, að þá skila hann þessu loftslagslega. Og næsti áfangið sem ég ætlast til að sjávarútveginum kemur mjög líklega með orkunýtni í skipum sem eru bara komin inn í kerfi núna. Þannig ég er mjög bjartsýnn fyrir hönd sjávarútvegsins í þessum sviðsmyndum. Nú er bara að klára þetta. Þið sjáu hérna hvernig ég sé fyrir mér að almenningssamgöngur og samakstur taki út þennan vöxt sem það er alltaf að gera ráð fyrir og síðan sjáu þið bara hvernig rafvæðing og bætt nýtni og annað eldsneyti vigtar. Ég hef ekki tíma í þetta greinilega. Úrgangsmálin, eins og Brynhildur sagði, þetta er bara komið. Lausnin er löngu komin að prófa allt þetta. Það sem að í greiningunni var mjög skemmtilegt að ef við setjum bara kolefnisgjald að því að lífræn urðun jafngildir útblæstri og það er kolefnisskattur á eldsneyti og bifreiðaeigendur, bara ef við samræma hann og reiknum hann bara eins fyrir urðun, að þá er það einhvers staðar 5 krónur á kílóið, sem myndi akkurat, þá var þetta bara tilviljun, jafna út þennan mun á milli moltugerðar og urðunar. Þau sýnir bara stundum, ef við setjum þetta ytri árangur, þetta verð sem enginn veit hver á að borga bara á vöruna, á útblásturinn, þá gera stundum einhverju merkilegi hlutir. Ég er aðeins að geyma jarðhitavirkjanir og landbúnað. Ég verð með bás í matnum. Landnotkun, gríðarleg tækifæri og mestu tækifæri sem held ég nokkuð þjóð á í öllu þessu endurheimt votlendis og slíkt. Mín persónulega skoðun er að það væri langfarsælast að við myndum nota þessi ótrúlegu tækifæri í þessum málum sem auka framlag í loftslagsmálum. Ekki sem hækju til að halda áfram að keyra bensínbíla. Það er ekki verið að rífast hvort þetta virki. Það halda sér einhver deilur hvort að skógrækt eða endurheimt votlendis skila einhver loftslagsmálum. Það er alveg liggur skýrt fyrir að það hefur jákvæð loftslagsáhrif. Þess vegna eigum við að fara í þetta, bara ekki á þessum forsendum sem að sumir að gæla við. Að ef við förum í þetta, þá þurfum við ekkert að hætta að nota jarðefnaeldsneyti. Þegar kosningar, þá vil ég bara benda á því að Brynhildur kom inn á þessa ytri ávinning, þennan auka ávinning sem verðum að fara að ræða. Þetta gæti alveg verið stefnumál hjá einhverju flokki sem fram kemur hér. Loforðalisti, alveg ótrúlegur. Þetta hér eru bara ytri ávinningur og auka ávinningur þess að fara í verkefnið sem tengist loftslagsmálum. Eina sem ég tók út hérna er sjálf loftslagsmálin. Þetta snýst semst ekki bara það. Þú getur verið mesti loftslagsafneitari sögunar en farið samt í þessa vegferð. Velduðu bara eitthvað skemmtilegt á matseðlinum til þess að húkka þig á. Afkólun Íslands er bara mjög jákvæð vegferð óháð þessum loftslagsmálum.
Það sem fylgdi mér raunar bjartsýni við þessa greiningarvinnu var það að eftir svona smá svartsýniskast stöðuna, að þá eru möguleikandi það miklir og raunhæfir að ég held að ég verð að setja svona fram. Það verður algjörlega okkar ákvörðun hvort við viljum klúðra þessu eða ekki. Við getum ekki sagt þetta var bara ekki hægt. Ég enda bara þessu.